Já, góðan daginn gott fólk og enn á ný erum við mætt í næstu skref á fallegum sunnudegi fyrir norðan. Í dag ætlum við að ræða mikið framtíðarmál og stórt mál og sem varðar hagsmuni Íslands til langrar framtíðar, að ég tel. Við ætlum að ræða skýrslu sem að utanríkisráðherra Guðlaugur Þór og Haraldur Benediktsson, starfsmaður vinnuhóps, kynntu á miðvikudaginn var, og það eru skýrsla og tillögur starfshóps ljósleiðaramálefni og útboð ljósleiðaraþráð á eignaskrá Mannvirkjasjóðs Atlantshafsbandalagsins. Þetta hljómar frekar þurrt, en á bakvið raunverulega þessa skýrslu eru mjög stór og mikil málefni sem að munu varða, að ég tel, Ísland mjög mikið í komandi framtíð. Þetta byrjaði með þeim hætti að Haraldur raunverulega leitaði til utanríkisráðherra að kanna frekari nýtingu á ljósleiðaraþráðum NATO ljósleiðarastrengsins í kringum landið, sem við höfum oft svona almennt talað þessi 30 ár sem hann hefur verið til staðar sem NATO ljósleiðarann, og hvort það mætti ekki nýta hann betur í markaðsviðskiptum og styrkja ljósleiðara allt í tengslum við þá á Íslandi. En kannski helsti flöskuhálsinn þar hefur verið að stofn tengingar inn á þéttbýlisstaði hringinn í kringum landið. Það sem bæði fákeppni að ræða og markaðsráðandi fyrirtæki undir mjög stífum kvöðum opinberra aðila. En þetta það sem við ætlum að ræða í dag, og þetta risastórt mál, 5G, fjórða iðnbyltingin og margt undir, og ég ætla að biðja formann starfshópsins, Harald Benediktsson, alþingismann, velkomin í þáttinn. Og hann er á heimili sínu undir Akrafjalli. Velkomin í þáttinn, Haraldur. Já, takk fyrir að bjóða mér í þennan merkilega þáttinn, og til hamingju með hann er gaman að fylgjast með þér, halda úti góður umræðu oft á tíðum. Júna í standi mig. Já, takk fyrir það. Ef við bara vindum okkur í þetta stóra málefni sem þið kynntuð á fundinum á miðvikudaginn, þú og Guðlaugur Þór, utanríkisráðherra, NATO ljósleiðarastrenginn og margt sem tengist honum, ef þú færir kannski bara yfir í stuttu máli svona helsta varðandi hugmyndina og síðan skýrsluna, og ef þú myndir bara byrja að kynna málið. Já, við förum kannski í það og eftir svona forsögu að því að við erum komin á þennan stað, og ég var að skila Guðlaugi Þór þessari samantekt, þessari vinnu starfshóp sem hann skipaði í sumar, og í mér með mér í hópnu var Ingveldur Sæmundsdóttir, aðstoðarmaður samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, og Jón P. Björgvinsson sem starfsmaður Landhelgisgæslunnar, og það er mjög mikilvægt að við höfum gott samstarf við fjarskiptaráðuneytið eða ráðuneyti fjarskiptamála, og þetta er svona býsna flókið viðfangsefni sem við erum að fást við. Fjarskipti eru sannarlega ekki málefni utanríkisráðherra, og þess vegna er mikilvægt að við höfum góða samvinnu því að aftur á móti umsjón og utanumhald þessi mannvirki sem varst að nefna áðan, til dæmis þennan ljósleiðarastreng eða ljósleiðaraþráð í kringum landið sem lagður upphaflega af Mannvirkjasjóði í samstarfi við íslensk stjórnvöld, Póst- og símamálastofnun á sínum tíma. Það er í umsjón og Það fyrir ekki, Haraldur, ég kannski set hann bara upp á skjáinn, þá mynd af strengnum að leita út 1991. Já, og það sem ég bara að reyna að útskýra hversuna kemur Guðlaugur Þór af þessu sem utanríkisráðherra, þá erum við þetta með mynd af Íslandi, og þessi ljósleiðari sem við köllum NATO ljósleiðarann var lagður hér á árunum 88 til 90 eða 91, var gríðarleg framkvæmd á sínum tíma, var samstarfsverkefni íslenska stjórnvalda og Mannvirkjasjóðsins, og ef maður nú virðir þessa framkvæmd, þá er hún 10,5 til 11 milljarða króna. Til samanburðar getum við sagt að nýr sæstrengur sem við ætlum að leggja hér á næsta ári til Írlands, hann kostar 8 milljarða, og þetta var á sínum tíma gríðarlega stór framkvæmd. Þetta enn þann dag í dag, 30 árum seinna, hryggjastykki fjarskipta á Íslandi. Þarna voru þræddar saman
allar símstöðvar á þessari lagna leið. Síðan hafa fleiri símstöðvar eða miðjur fjarskiptakerfisins tengst inn á þennan streng eftir þessa framkvæmd. En þetta má segja að sé fyrst og fremst tengsl landsbyggðarinnar og höfuðborgarsvæðisins í fjarskiptum enn þann dag í dag. Hvers vegna var hann lagður? Hann var lagður til að tengja saman fjarskipti ratsjárstöðva sem að meðal annars sjá hér flugumsjón og þú kann allt miklu betur en ég og þú kannski hefur að byrja þín feril í turninum þegar þessi tæknir að ryðja sér til rúms. En af því að Íslands stjórnvöld lögðu þennan streng með þá var hann hluta til í eigu Íslendinga og þetta að megninu til 8 para strengur. 5 pör eru núna í eigu Mílu. 3 þræðir eða 1 par og stakur þráður í umsjón utanríkisráðuneytis og á 2 þráðum í dag eru fjarskipti ratsjárstöðvanna rekin. 1 strengur eða 1 þráður í útleigu hér á hinum almenna markaði. Það var sem sagt útboð 2008 og sem komst í framkvæmd 2010 að ég manni þetta rétt. Og á 1 þræði hefur Vodafone haft gagnatengi möguleika og selt þjónustu yfir þann þráð. En nú sá samningur runnin út. Það var heimilt að framleggja hann einu sinni og það gerði utanríkisráðherrann en nú sem sagt ætlunin að bjóða hann út frá næsta áramótum og boðið fer fram núna á næstu mánuðum. Kannski má bara stekka yfir í megin tillögu hópsins sem var einfaldlega svo að í stað fyrir að leigja 1 þráð út þá myndum við leigja út par, það að segja leggja út 2 þræði til almenna markaðarins og þannig erum við að fá inn í samkeppnismarkaðinn, segi ég, miklu verðmætari eða miklu meiri tækifæri til að nýta þessa tengingar. En eins og ég sagði, þetta svona svolítið torf að fara í gegnum því að það sem við áttum líka að gæta að samkvæmt skipunarbréfi Guðlaugs voru skuldbindingar Íslands vegna þjóðaröryggis. Og það má segja að frá þeim tíma þegar þráðurinn í boði nú 2008 hafi orðið gríðarlega breytingar í fjarskiptum og líka gríðarlega breytingar varðandi skuldbindingar Íslands í öryggismálum. Og hvað sem við tínum til skuldbindingu Íslands sem aðildarríki Atlantshafsbandalagsins frá því 2016 og samhengi síðan við þjóðaröryggisstefnu sem samþykkt var í þinginu 2016, þá erum við að fjalla um það í þessari skýrslu okkar að hvernig við þurfum að haga útboðinu og kröfum sem við gerum í útboðinu núna í ljósi þessa. Ég ætla ekki að fara djúpt í það. En það rétt sem þú sagði líka í innganginum, Njáll, að ég nálgaðist Guðlaug með að kanna þessa möguleika að bjóða út á nýjan leik, þennan þráð eða par, vegna þess að það ákveðin flöskuháls hér á almenna fjarskiptamarkaði að byggja upp meiri samkeppni eða stuðla meiri samkeppni að því að við höfum Mílu sem markaðsráðandi aðila, þá eru þeir undir stífum verðkvöðum og þeir hafa kannski ekki mjög mikla möguleika til þess að hreyfa sig og síðan það ákveðnu takmörkunum háð hvað við getum gert á 1 þræði. Kæmum við 2 þráðum út, þá getum við búið til svolítið aðra mynd. Það mikilvægt að við eflum samkeppnina, því að samkeppni og stopptengingar væri mjög mikilvægt, því að við þurfum bæði gegnum regluverki allt saman og með þeim aðgerðum sem við getum gert sem stjórnvöld að stuðla að því að það skapist tækifæri fyrir markaðinn til að byggja upp ljósleiðarakerfi í þorpum og bæjum í kringum landið. Þetta 50 byggðarlög í landinu í dag sem hafa tiltölulega litla uppbyggingu ljósleiðarakerfum eða jafnvel enga. Þetta 13.000 manns. Já. Og þannig að þetta svona á eftir að við ljúkum Ísland ljóstengt verkefni núna 2021 þar sem við raun og veru réðumst á það svæði fjarskiptamarkaðarins sem markaðurinn hefði aldrei leyst eða mjög seint. Þá viljum við núna stuðla því að þessi aðgerð verði til sem hvati til að byggja upp í þéttbýlisstöðum. Já, það kom til dæmis í þessu samhengi varðandi þessa samkeppni og lagningu ljósleiðara á landi. Við höfum nú rætt þetta í nokkur ár varðandi minni staðina, þorpin og
En það kom á óvart þegar Hildur Sólveig, oddviti sjálfstæðismanna í Vestmannaeyjum, sagði henni í þættinu fyrir nokkrum vikum að raunverulega væri ekki búið að leggja ljósleiðara í meira sér Vestmannaeyjum, þar sem eru inn á heimilin, þar sem búa 4.300 manns. Og þetta hafði ég ekki heyrt af og kom mér verulega óvart vegna þess að þegar við kannski höfum verið að ræða, eða svona mín hugmyndafræði þegar við höfum verið að ræða þetta síðustu árin, þá var maður kannski að hugsa þessa staði með 300-500 manns og kannski upp í 1000, en að jafnvel 4.000 manna sveitafélag sé þessari stöðu eins og Vestmannaeyjum einhvern veginn inni króa hefur ekki aðgengi að þessari þjónustu að íbúar þess svæði. Það kom mér á óvart. Já, þetta er svona kannski farið að vera bara meira, hvað getur maður sagt, sláandi að þessi staða sé uppi í Vestmannaeyjum og víðar. Nú Vestmannaeyjar kannski ekki með beinum hætti á lagnaleið NATO-þráðarins, en við trúum því að með því að stilla kannski upp núna í forval fyrir þetta útboð, svona kalla fram hugmyndir markaðarins hvernig hann gæti breytt þeirri mynd ef hann hreppi þennan streng í útboði, og þá segi ég stundum að það verður ekki aðalatrið hvað menn bjóða í að leigja ráðin, heldur svona hvaða framtíða menn sjá, hvernig þeir geta nálgast til dæmis hagsmuni Vestmannaeyinga eða Grundarfjörð eða Blönduós eða Reyðarfjörð, hvaða þorp og bæi sem við nefnum, að við allavega sköpum það aðstæður það komi samkeppni á stofntengimarkaðnum öflugri en Nú breytist ekki á að segja að við erum með tíma fjarskipti vegna þess að við höfum haft gæfu til þess að hafa ákveðið frelsi fyrir fjarskiptamarkaðinn til athafna, og við erum þarna að reyna að auka frelsi fjarskiptamarkaðarins til athafna, en það blasir við Njáll og sérstaklega í þessu ástandi sem að COVID hefur skapað að íbúar Grundarfirði, Blönduósi og getið talið allt í kringu landið eru bara ekki með nútímaleg fjarskipti. Það verður að láta okkur varða. Já, og gríðarlega stórt og mikilvægt. En svona, mér langar að sýna þér aðra mynd, Njáll, sem er eiginlega afurð skýrsluna líka, og ef að þú bregður henni upp sem að þarna er komin, og ég sýndi ykkur myndin áðan hvernig þetta var fyrir 30 árum síðan, þá má eiginlega með svona nokkur einföldu segja þetta var ljósleiðarinn í Íslandi sem þetta blasa við, og síðan tökum við þessa mynd. Þessi mynd er tekin upp úr gagnagrunni sem að Póst- og fjarskiptastofnun heldur utanum ljósleiðara eða fjarskipta innviði, og þarna er þessi tilfelli ljósleiðara eins og hann var í nóvember síðastliðnum, og nú hann kannski ekki alveg fullkomin, ég tek það fram að þetta er kannski ekki alveg fullkomin gagnagrunnur, en þetta er Ísland án NATO-þráðarinn sem að var á fyrirmyndinni. Það sem við erum að draga fram þarna eru bara hvers óbóðsleg innviðabylting hefur orðið á undanförnum árum, tengist kannski ekki síst þeim verkefnum sem við fórum í að hringtengja Vestfirði, bæta fjarskiptasamband á Austurlandi, hringtengja á Austfjörðum meira, koma hringtenging út á Snæfellsnes sem var svona upphafið af Ísland ljóstengt verkefninu, sem á nú kannski flesta línurnar í þessu verki, og mann reka kannski augun í ljósbláa línur þarna, ljósblá lína upp í Kjöl, og búið leggja ljósleiðara alla leið yfir Kjöl. Það er bara við spurning hvort þegar myndin var teiknuð hvort hann hefur verið kominn í rekstur eða ekki, en ljósbláu línurnar eru sem sagt tilkynntar framkvæmdir sem eru í gangi. Það eru margar ljósbláu línur í Borgarfirðinum. Eitt stærsta verkefni einstaka sveitafélags í ljósleiðaruppbyggingu einmitt Borgarbyggðaverkefnið, gríðarlega umfangsmikið og stórt, og sem að mun væntanlega ljúka á þessu ári. En kannski eru helstu tíðindin í þessari mynd eru rauðustrikinn sem eru þarna á myndinni. Þarna vorum við að eitt af hlutverk starfshópsins var að svona skoða aldur ljósleiðara NATO og hugsanlega endurnýjunarþörf hans. Og við fórum í að greina hvar gætum við búið til nýja landshring fjarskipta. Og umræða var kannski þurfum við að leggja aftur NATO-þráða allt í kringum landið, og svarið er eiginlega þarna, nei, við þurfum þess alls ekki, við þurfum ekki aftur í 11 milljarða fjárfestingu. Þetta getum við prjóna við þau kerfi sem að núna eru, og rauðulínurnar þarna draga fram það sem við gætum tengt saman. Nú tek ég aftur fram að við vorum kannski ekki að hugsa mikið eignarhaldið á þessum strengjum sem þarna eru, en út úr þessari mynd má sjá, við getum búið til nýja landshring fjarskipta án NATO-þráðarins ef að svo ber undir,
eða búið til nýja leiðir eða hvort sem er vegna þarfa ratsjárstöðvana eða annarra þarfa við förum í það. Þetta eru alls ekki dýrar framkvæmdir sem þarna eru eftir en förum að sjálfsögðu ekki í þær nema það sé búið að skilgreina þörfina. Það sem að mér finnst náttúrulega stórkostlegasta við þessa mynd að bera tvær saman. Þessum ofboðslegum framförum við höfum náð á mjög stuttum tíma og ég held að þetta sé lengri tíma fyrst og fremst samkeppnisforskot Íslands þegar við horfum núna á uppbyggingu 5G-tækni og þar mætti lengi telja, fjórðu innbyltingu og efnahagslega viðspyrnu næstu ára. Já, það kemur einmitt fram í skýrslunni, Haraldur, að það sem kannski öðruvísi að við þurfum kannski ekki að fara eins hratt inn í 5G fjarskiptin, til dæmis miðað við stórborgi víða í heiminum þar sem erfiðara að koma að ljósleiðaratengingum og annað. Við höfum byggt svo öflugt ljósleiðarakerfi að við erum í fremstu röð á heimsvísu í fjarskiptum sem fyrst og fremst náttúrulega byggist á öflugu ljósleiðaratengingum. Að það eru náttúrulega grunnurinn að öllum fjarskiptum í dag og kannski veit ekki hvort að fólk almennt átti sig á því varðandi farsímanetið, þá ljósleiðaratengingarnar bara grunnurinn og þannig að þessi 30 ára saga af NATO-strengnum hefur verið mikil undirstaðar undir öllum fjarskiptum en auðvitað kemur svo tími og stund að við munum fara fullt í 5G og það mun styrkjast þess að þetta náttúrulega bara verður svo stór hluti af fjórðu innbyltingunni, 5G og allt þetta sem við erum að ræða. Þannig að þetta bara hluti af því að vera þetta nútíma samfélag og byggjast upp á þessum grunni raunverulega. Þess vegna finnst mér, ég veit ekki hvort að mín tilfinningin að þetta svo mikið tímamóta plagg í sjálfu sér að þessi búið að koma þessu í einhvern farveg, þannig að þessi þetta undirbúið þetta stóra stökk sem við erum að fara í á næstunni og kannski ég man bara ekki hvort það komi fram í skýrslunni eða hvort það komi bara í samtölum okkar með, ef þú myndir fara í þessa viðbætur sem þú sýnir þarna, appelsínugulu strikin áðan, held ég að verið appelsínugul, að til þess að búa til alla þessar hringleiðir og styrkja kerfið í heild sinni, raunverulega styrkja það margfalt með tiltölulega litlum framkvæmdum. Hversu stór framkvæmd yrði það ef það verið farið í að búa til þess að, getum við sagt, stubba, að bæta þeim inn í kerfi og búa til alltaf þessar hringleiði. Hvað þetta stór framkvæmd? Já, við nálgumst það nú kannski bara með því að mæla út á korti skrifborð og frá þekktum einingaverðum. Þetta ekki veruleg upphæð og með því að vera með framtíðarhugsun og nýta líka samleið með öðrum veituframkvæmdum, þar sem við erum að tala rafstrengjavæðingu raforkudreifikerfis eða aðrar framkvæmdir eins og til dæmis með vegagerð og sáum þetta langan kafla á Vestfjörðum sem við vildum endurnýja á sunnanverðum Vestfjörðum. Við kannski förum varlega að segja í krónum og aurum en þetta er framkvæmd sem innan við milljarður ef við förum í alla þessa leiðir. En stóra málið bara þetta eru mikil tækifæri og öryggi fjarskipta það sem skiptir fyrst og fremst máli og þá eru hringtengimöguleikar gríðarlega mikilvægir. Þannig að við getum keyrt í raun og veru margar eyjar eða margar flutningsleiðir og þannig stórbætt öryggi fjarskipta. Ég segi stundum á fundum að rifja upp 27. ágúst 2014 og þá man engin neitt en það var dagurinn sem að rofnaði einmitt suður ljósleiðaraþráður í vestur og firði og allar bensíndælur og allt út á Ísafirði heilan dag og sem náttúrulega ástand sem að nútíma samfélag þolir ekki að vera án fjarskipti í einhvern tíma en það sem að farið í að hringtengja Vestfirði þarna í sérstöku átaki gegnum fjárlagagerð 2014-2015. En það sem þú segir 5G alveg rétt og við erum kannski svolítið að halda því til haga af því að við erum orðin þetta ljósleiðara þjóð. Þá svona þrýstingurinn og hraða uppbyggingu á 5G-kerfi ekki að sama skapi jafn mikill hjá okkur eins og öðrum og það þegar maður fyrir að vinna í þessum heimi er maður fljótur að komast að því að hve óskaplega skammt á veg margar þjóðir eru komnar og ég get sagt að ég náttúrulega að nálgast þessa vinnu alla við ljósleiðaravæðingu út úr öðru starfi sem ég var í sem formar frændasamtaka
og miklu samskiptum við bændasamtök á Norðurlöndum og rætt þetta heilmikið á þeim vettvangi, kynnt þetta Ísland ljósteindaverkefni þar og þar bara ekki að sama hraða verið að byggja upp ljósleiðarakerfið, þar sem það horfa menn til 5G einhverju leyti. 5G nú bara þráðlaust samband á ljósleiðara hraða, það kannski einfaldast að lýsa 5G með þeim hætti, en 5G þarf fyrst og fremst ljósleiðara til þess að fæða senda og það sem að koma líka það sem hann kalla internet hlutana og meiri gagnvirkni og öflugri tengingar til þess að stunda sjálfvirkni, sjálfstýringar og alla þessa þætti sem að tilheyra svokallari fjórðu iðnbyltingu. En hvort sem að ljósleiðara lögn verður knýjandi þörf inn í öllum byggðarlögum sem við erum að tala um núna, eða hvort að 5G getur á einhverju leyti mætt þeim kröfum, alltaf ekki að spáum, en allavega til þess að geta byggt 5G í 50 byggðarlögum, þá verður að koma ljósleiðarakerfi áfram inn í þau þorp. Nákvæmlega. Það bara, stóra málið bara þetta, við erum að upplifa það að fólk að keyra úr þorpum og bæjum út í sveit til þess að geta verið í skólanum eða í vinnunni. Já, það líka kannski núna bara síðasta ár, það ár upp á dag núna í dag sem sagt að fyrsta COVID-tilfelli var greint á Íslandi 28. febrúar fyrir árið síðan. Og við sjáum það náttúrulega með Íslandi ljóstengt og öllum þessum tengingum og fjarskiptum sem við búum við, hversu mikið og stórt og mikilvægt þetta hefur verið fyrir okkur bara að halda uppi. Við þekkjum þetta náttúrulega í þinginu, bara atvinnustarfsemi og hvers sem öllu samskiptum fólks. Allir kominir á Teams og Zoom og Jitsu og hvað þetta heitir allt sama, Kudo og endalausa fjarfundi. Að þetta raunlega, ef þú kannski rétt hleypur inn í það, það náttúrulega einhver leyti skondið að bóndi á Vesturlandi hafi raunverulega leitt þessa fjarskiptatækni inn til þjóðarinnar gegnum Ísland ljóstengt og hugmyndina þar á bakvið fyrir þá einhverjum árum síðan þegar hann við þáverandi innanríkisráðherra að koma þeirri vinnu. En þetta búið að vera grundvallar mál í öllu þessu COVID að hafa fengið þetta aðgengi og við erum konið á toppinu í þessu listum með fjarskiptin eins og myndist á áðan. Og hvernig kemur þetta til? Ísland ljóstengt og hleypur aðeins þess að síðan líða einhver ár og þá kemur með þessa hugmynd og ferða á stað inn í kerfið hjá okkur og ræðir þetta í þingflokknum og fer með þetta áfram. Og nú komin þessi skýrsla sem raunverulega sýnir fram á gríðarlega mannnýtta möguleika sem snúa að ljósleiðarakerfi landsins sem að náttúrulega ýmis fyrirtæki sem að ríkið eignaraðili að og þessi stóra mynd sem að verður til. Ég ætla kannski að spyrja fleiri spurninga þetta svo stór mynd, ef þú getur bara sagt okkur hans frá að þetta nú sniðugt eins og við kannski Ísland ljóstengt og síðan inn í þessa hugmynd sem náttúrulega, ég segi eftir 10 ár, það verður gaman að horfa tilbaka í þessa skýrslu og sjá hvað gerist á næstu 10-15 árum vegna þess að það svo víða komið við og þetta grunnplagg held ég inn í það og hvetur allar hlustendur til þess að kynna sér efni skýrslunar sem skrifuð á ágætri íslensku og skiljanleg. Þú færi hans í gegnum þessa stóru mynd frá Íslandi ljóstengt og fram í þetta. Já, takk. Skýrslan ágætlega læsileg, það var svo ég geti skilið hana. Nei, ég veit ekki hvað að fá djúpt inn í þessa sögunni en það rétt sem þú segir að ég held að það efnahagsáfall og vandamál sem hafa verið í samfélaginu undanfarið hefðu orðið miklu alvarlegra og dýpra ef við erum ekki komin á þennan stað í fjarskiptum eins og við erum í dag. Og þegar fólk var að fara úr skólanum og heim til sín og vinnan var að flytja vinnuna heim og við þekkjum þá okkar vinnu hvernig hún var flutt heim til okkar, þá hefði orðið meiri háttar mál ef við hefðum bara klippt sveitirnar út úr þeirri þróun. Þannig ég bara sitt svolítið núna ánægður með dagsverk í pólitík og segja að það var eins gott að sýndi klærnar og kom þessu áfram því að veruleikinn var sannig alltaf, eins og ég vísaði í áðan, ég var formaður Bændasamtaka Íslands í tæpan áratug
við tókum ákvörðun það í Bændasamtökunum 2003-2004 að hafa forritin sem við erum að keyra til þess að reka skýrsluhalds, grunna búfjárhalds og allt þetta miðlag, keyra þau yfir netið, en við sátum eftir í tengingum og við vorum kannski í besta falli með tengingar sem að náðu 4-5 megabætum og allt saman högti og það var raun og veru fyrir baráttu búnaðarþings og bændasamtaka sem að ég sekk mér inn í fjarskiptamál með þessum hætti, svo bara líður tíminn og 2012 erum við komin með hugmynd sem að ég á ekki, heldur var þáverandi forstjóri Mílu, Páll Jónsson og Eva Magnúsdóttir sem að þar starfaði kannski hugmyndafræðingar af lausn málsins og þegar ég kem síðan inn á þing 2013 þá fæ ég Hönnu Birnu sem var innanríkisráðherra þá til að kaupa hugmyndina og hún var bara klók og sagði leyst þetta og það bara sjálfur og þannig byrjar boltinn að rúlla og við fundum upp módel eða sem sagt ég ætla að segja að við fundum upp módel þetta samstarfsverkefni, Ísland ljósnætti samstarfsverkefni íbúa, sveitarfélaga og ríkis. Ríkið ekki að leggja ljósleiðar í sveitirnar, það fyrst og fremst fólkið sjálft. Og þegar þú kemur með hvatan fjármagni til fólksins, eftir að hvetja áfram, þá finnur það bestu leiðirnar til að nýta peningana sem best. Þetta væri allt annað ef að ríki hefði ákveðið ljósleiðavæða sveitir sem að ríkisframkvæmd, en við bara þekkjum þetta, við erum að vinna með fólki sem þekkir landið sitt, þekkir ódýrustu lagnarleiðirnar og að leysa máli. Það var lykillinn að því að við upphaflega kostnaðar hugmynd að leggja ljósleiðar alla sveitir á Íslandi var 10-12 milljarðar. Við erum að ná að leysa það fyrir rétt rúmlega helmingina þeirri fjárhæð og ríkið hefur ekki lagt út alla þá peninga. Það eru líka íbúarnir að greiða verulegan hluta sjálfur, við mögum aldrei gleyma því, sem allt annað umhverfi heldur en í þéttbýlinu. En svona þessi hugmyndafræði hefur reynda verið tekin upp aðeins í öðrum löndum og menn á að svolítið horft til þess að nota hana til þess að leysa þetta. En síðan ertu bara komin á þennan stað, þú ert að klára það svæði landsins sem var sannarlega markaðsbrestur á, þá þarf það að huga líka því sem eftir og þá fer maður fyrst og fremst að horfa til þess hvernig getur þú örvað markaðinn til sóknar. Hvernig getur þú haft umhverfi markaðinn sem að hann sæki fram, þetta sé ekki ríkisframkvæmd sem dragi áfram ljósleiðaravæðingu Reyðarfirði eða Eskifirði eða hvaða bæ sem við nefnum. Og þetta tilraun til þess og þess vegna kem ég hérna að málinu núna og ég horfði á þessa hryggsúlu íslenskra fjarskipta og segi að nota þetta betur, hægt að búa til þessu hvata til þess að sækja fram. Já, við sjáum eins og kannski komst inn á það, í kringum það verkefni, ég meina hringurinn við Snæfellsnesið, Vestarahringurinn, það verkefni þarna líka eins og fyrir austan varðandi Seyðisfjörð yfir Mjóafjörð og síðan þar yfir Norðfjörð sem var þá hluti líka með Rarik-strenginn til að tengja og búa til hringtengingar, þá bæði fyrir rafmagn og ljósleiðara. Þannig að það verið að vinna við það bara í svona sameiningu. Og það alveg rétt að halda mjög til haga, þetta borgar einstaklingarnir líka sitt, þannig að þeir eru ekki að fá þetta frítt, sko. En það bara verið að reyna að komast yfir þröskuldin í kostnaðarlega. Þannig að þetta svona stórt og mikið í því. En hvernig, og þá það sem við ræddum á það, sem svolítið þetta verkefni, sem þá þessi byggð, það sem telur 13.000 manns. Og þetta þá framhaldið svolítið af því að ljósleiðara tengja sveitirnar og dreifbýlið sem sagt fyrir utan þorpin og bæina, en þá þetta núna hugsunin núna meira að komast inn í þessa dreifbýlisstaði og minni þorp og jafnvel eins og við sögðum áðan upp yfir 4.000 manna bæi, þannig að þetta svolítið svona framhald bara af hinum verkefninu. Já, en kannski bara með annarri nálgun, þess að treysta meira á markaðinn og skapa það markaðnum færi til þess að koma inn. Ég ætla ekki að útiloka það að fjarskiptasjóður sem einhvers konar stýritæki eða verkfæri stjórnvalda geti ekki þurft að smyrja hjólin einhvers staðar, sérstaklega á allra fámennustu stöðunum, þar sem að geta verið hái kostnaðar frá skuldar vegna langra heimtögar og slíkra hluta.
En sko, bara svo ég sökkum með aðeins inni, ég veit ekki hversu áhugavert þetta en hérna í dag fjarskiptasjóður að segja, heyrðu, fyrstu 500.000 krónur hverjar tengingar eru heimamanna að fást við. Og eftir það fjarskiptasjóður að stíga inn. Síðan megum við ekki gleyma því inn í þessum kerfum eru framtíðarverðmæti. Við höfum svolítið viljað hámarka þau í okkar nálgun, bara að segja það búið að koma hérna á tengingu, hún er virk og hún er verðmæt. En það sem við ættum kannski að tala Njáll sko hvaða stórkostlegu tækifæri þetta síðan að gefa okkur. Og þorp og bæir eru kannski svolítið að missa þeim þegar við erum að horfa á myndina en sko atvinnulíf sveitanna að gjörbreytast vegna þessara tæknibyltingar sem þarna orðin. Og ég geti talið upp búsetu á mörgum jörðum allt í kringum landi sem að grundvallast á fjarskiptunum. Samhliða þessu höfum við verið að ýta áfram jarðstrengjavæðingu raforkudreifikerfis sem að við köllum stundum 3-fasa rafmagn. Bæði eykur það öryggi afhendingar rafmagni að setja það í jörðu og það svona framtíðarmúsingin að setja dreifihlutann í jörðuna. En það svona þessi tveir þættir sem að við vorum alltaf að kljást við þegar ég var í bændapólitíkinni að jafna búsetu skilyrði fólks allt í kringu landið, það væri aðgengi að fjarskiptum og rafmagni. Og 2017 þá stigum við á frumkvæði Þórdísar Kolbrúnar iðnaðarráðherra inn í verkefni þar sem vorum að nýta, vorum að plægja niður ljósleiðara og nýta þá framkvæmdina þess að plægja niður rafmagn og það var ráðist í verkefni á Mýrum og í Skaftárhreppi. Skaftárhreppur svona verkefni sem að mér finnst gríðarlega áhugavert. Það mjög dreifbýlt fámennt sveitarfélag með veika innviði, hvernig við komumst ótrúlega segi ég bara hratt og ótrúlega ódýrt frá því að gjörbreyta þær búsetuskilyrðum. Mýraverkefnið frábært við því leyti að þar fóru bara bændurnir og völdu ódýrari lagnaleiðir og náðu þannig niður kostnaði við þrífösunina og það svona sannaði fyrir okkur við gátum nálgast þetta þrífösunarverkefni sveitana með öðrum hætti. Við vorum til skamms tíma bara með áætlanir RARIK til dæmis sem langstærst aðili dreifiveitum í sveitum. Það ætla að ljúka mestu þrífasavæðingunni 2036. Með því svona að fara samleiðina, fara kannski að nálgast þessa hugmyndafræði frá forgangsröðun og eftirspurn núna búið fjármagni í fjármálaáætlun átak stjórnvöldum að ljúka því átaki í 2025. Og við urðum einfaldlega bara að viðurkenna það þó að dreifiveitan færi í jörðu og það 3-fasa rafmagn í boði fyrir alla, þá kannski ekki nema 40% af þeim sem að þurfa raunverulega á þeim að halda. Við ætlum að grípa þessi 40% núna í þessu átaki, þannig að það sem raunverulega þörf og hvort sem við erum að tala að mann sé að setja upp mjaltaþjóna á búum sín eða setja upp öflug tæki vegna ferðaþjónustu, eldavélar, þvottavélar, hvað þetta allt saman aðra nútíma tækni, þá það líka forsenda eins og ljósleiðari. Og það að hafa komið áfram inn í þinginu fjármögnun Ísland ljóstengt var ekki síst vegna þess að ferðaþjónustan var að fara að halloka í dreifðum byggðum því að gestir gera kröfum alvöru netsamband. Þeir vilja geta tekið myndin út og hlaðið og sett hana beint á einsta eða verið í gagnvirku sambandi og síðan voru þessi fyrirtæki að berjast við að hafa bókunarvélar og kynningarefni á netinu sem ekki gekk. Þannig að þetta eru grundvallarmál, Njáll segi ég, sem að við höfum verið að vinna að undanfarandi málum til þess að jafna þessi búsetuskilyrði til þess að byggja upp hina efnahagslegu stokk sem við þurfum á að halda núna til lengri tíma. Og ég held að fjárfestingin í Ísland ljóstengt í COVID-tímanum hafi aldrei verið jafn góðri ávöxtun eins og undanfarna mánuði. Nei, og við sjáum það náttúrulega, fyrst þú talaði ferðaþjónustuna bara hvað að fara að gerast þar og vera að spá að muni gerast og við reyndar erum heppin Íslendingar að vera með ferðaþjónustu sem gengur svolítið mikið út af það að koma til að mótsela við það sem verður eftir COVID í ferðaþjónustunni og ég marg ítrekaði þessum þáttum að 2011 tekið sem dæmi að það voru 37% af öllum erlendu ferðamönnum tók sér bílleigubíl en 2018 var það komið í 60%. Samkvæmt Rögnvaldi Guðmundsson í Rannsókn og greining sem vann fyrir Vegagerðina og kynnti fyrir janúar í fyrra að
raunverulega erlendu ferðamenn sem koma til Íslands, þeir fara og keyra þetta road trip og þá skiptir gríðarlegu máli að vera í góðu sambandi, hvers sem farið farsíminn helsta öryggistækið og svo vilja menn vera í góðu sambandi á gististað og það sem kemur á því. Þannig að þetta kemur mjög víða við og það örugglega gríðarleg framleiðing aukning í samfélaginu bara tengt þessari byltingu sem orðið í þessu að öllum þessu góðu tengingu. En eigum við ekki aðeins að taka eitt í þessu, raunverulega ef við hugsum þessa skýrslu og innihaldi til framtíðar og framtíðar uppbyggingar. Við og kemur fram í skýrslunni að nýr ljósleiðaratenging eða sæstrengur, fjarskiptastrengur til Írlands, til Dublin, á að vera tilbúin fyrir lok næsta árs, öflug tenging og á að koma upp Reykjanesið, landtengingin á Íslandi. Þegar hann verður kominn og þessi stóra mynd sem við erum að sjá kannski með tiltölulega litlum tilkostnaði að tengja og búa til allar þessar hringleiðir, styrkja raunverulega ljósleiðarakerfið á Íslandi gríðarlega mikið í sjálfu sér og öryggið allt í kringu það. Þú ert komið 3 tengingar inn í landið, Fara, Stanæs og Íris og síðan ef við erum að nota þessi kerfi meira heildrænt sem að raunverulega það eru gríðarlegir möguleikar inn í 4. umbyltinguna. Þegar við tala um 4. umbyltinguna þá erum við að tala kannski forsendur, græn orka og öflug fjarskipti. Þetta svona grunnurinn að 4. umbyltingunni. Þá fyrir við náttúrulega að hugsa gagnaver, einhverja reiknimiðstöðvar og öflugar. Hvað erum við að sjá möguleika þegar þú hugsar þetta næstu árin? Ég meina, þetta getur gjörbreyting á öllum fjarskiptum enn frekar. Við getum verið að taka mjög stórt skref upp á við með Íris sem sæstreng til Dublin og síðan þessu sem leitt hérna inn í þessari skýrslu fram að með þessari sýn á að tengja betur og búa til þessu öflugu ljósleiðar tengingar innanlands. Já, ég ætla bara byrja kynnti skýrsluna á hann og það líka átt að segja hversu mikilvæg þetta þéttirinnar ljósleiðarnet vegna millilandatengingan okkar og hafa sem beinustu línur skiptir máli þú ert að selja fyrirtækjum gagnasamband á Ísland og þú hafir sem beinustu leiðir inn í notendastæðin. Og það kannski ekki síst fyrir áskorun samtaka iðnaðarins og þeirra baráttu sem að stjórnvöld ákveða að leggja fjármuni til þess að leggja enn einn fjarskiptastrenginn sem nú á að leggja og sem hefur fengið nafnið Íris og með landtöku líklega í Grindavík. Til þess að auka fjarskiptaöryggi þess að það alveg sama vorum að tala við getum búið til varaleiðir í ljósleiðarunum innanlands að það bara fleiri varaleiðir til Íslands og fleiri tengimöguleikar. Það svona eins og því lýst fyrir mig þá ákveðin þröskuldur í gagnaversuppbyggingu að komast í annan flokk þeirra sem eru nefndir reikniver það fallega að þú þarft að hafa fleiri tengingar en þú mátt ekki við því að tengingar opni. Og ég alveg sammála að þetta rétt sem þetta rekja upp að fyrirtæki sem að nota stór reikniver, stórar viðstöðvar sem eru með tölvukerfi sem þau eru að keyra gagnavinnslu í gegnum, það skiptir þeim máli í hvaða samfélag þau eru byggð, hvernig orku þau eru að nota og það hefur verið helsta sölu tricks, hvað sem það Svía eða annara að líka ræða bara í hvaða samfélögum eru að byggja þetta upp. Fylgir fyrirtækinu byggðafesta og fylgir það í tækifæri. Og ég held bara að þú horfum bara út frá byggðavinkli eða hvernig það eflir samfélög í landinu, þá eru tækifæri til þess að tefla fram okkar græn orku, öfluga fjarskiptakerfi, síðan bara þekking og mannviti sem hérna í landinu. Þannig að ég nú 55 ára gamall maður Njáll og ég ætla ekki að segja ég sjáu fyrir hvað á að fara að gera yfir netið, ég bara veit að það eitthvað stórkostlegt og ef við værum ekki að þessu fjárfesta í þessu innlandskerfi, værum ekki að fjárfesta í nýjum gagnastrengjum, þá værum við að missa, trú ég, mjög verðmætu tækifæri því að sjálfvirknivæðing og 4. iðnbylting og öll sú gagnanotkun sem þar verður með
ennþá öflugri gagnvirkum samskiptum heldur við höfum í dag, það verðum við að láta okkur varða og ekki missa. Nei. Og þá þetta náttúrulega gríðarlega spennandi varðandi bara alla atvinnuuppbyggingu og möguleika, þannig að það sem ég kannski var að átta mig á bara núna í vikunni þegar maður fyrir að hugsa hvernig pólitíkin hefur verið hjá manni þegar maður byrjaði henni í bæjarmálum Akureyri 2010 og fram á þennan dag, þetta bara skall í hausinn, kom bara upp í vikunni. Ég hef raunverulega bara allan tíma verið að tala innviði og þjóðaröryggi. Það með öll málin sem að hefur verið svona stærstu mál sem ég hef verið að fást við, þau snúast þetta. Reykjavíkurflugvöllur, varaflugvallakerfi og mikilvægi þess að sé aðgengi að Reykjavík með sjúkrafluginu og síðan varaflugvallakerfi fyrir millilandaflug og allt flug bara á Atlantshafinu og til og frá landinu að styrkja og styðja það, og það komið slæmdæmi upp á síðustu árum tengt því. Fjarskipti, megi flutningskerfi raforku og styrkja það og þennan raforku orkuöryggið, flutning af raforku sem náttúrulega spilar eins og inn í þetta með fjórðu umbyltinguna og fjarskiptin. Þannig að maður getur rakið þetta allt saman inn, og þetta náttúrulega svo skýrslan sem að þið voru að skila af ykkur síðan, það nú stóri kaflar þarna einmitt þjóðaröryggismálin, sko. Svo að því sé haldið til haga, við höfum ekki í sjálfu sér rætt fram að þessu, en þarna verið að tala raunverulega öryggis- og varnarmál, 5G og málefni tengt því. Þetta grundvallar málefni sem snúa að þjóðaröryggismálum sem verið að ræða þarna, og þess vegna hvet ég þá sem líka hafa áhuga á þeim að kynna sér efni skýrslunar og hvað stendur í þessu plaggi, sem viðaukum upp á 45, 6, 7 síður og í læsilegu máli sem ég sagði áðan. Þannig að hversu stór hluti það af öllu þessu máli með þessar tengingar inn í NATO-vinnunni, í NATO-þinginu, það náttúrulega mikil umræða. Ég setið á fundum þar sem rætt mikið kaplanir sjónum á heimsvísu í Atlantshafinu og vítt og breitt varðandi öll öryggismál. Hversu stórt það í þessu samhengi hlutana einmitt, bara þessi öryggismál sem snúa að köflunum og ljósleiðaratengingum? Ef þú ert búin að setja yfir þessu í að verða ár, hvað segir það? Já, sko, fyrst bara að segja, þegar maður horfði á 30 ára gamlu myndina og alla þá fjárfestingu, það var gríðarlega framtak sem það var. Megum við aldrei heldur gleyma því að það var tilkomið vegna þess að við værum í varnarsamstarfi og vorum að byggja þar upp, og ég bara segi það, þekkjandi ágætlega þennan heim undanfarin ára, að við værum ekki með nútíma fjarskipti á Íslandi á þeim stað sem við erum í dag og hefðum ekki verið í þessu varnarsamstarfi. Gleymist oft í umræðinni hversu gríðarlega mikið varnarsamstarfi hefur þýtt fyrir bara okkar samfélag og borgaralegu not. Og það kannski þessi borgaralegu not og borgaralegi þátturinn sem þungamiðjan í þeim kafla skýrslunar, eða í þessum köflum skýrslunar sem við tókum rækilega utanum, öryggi borgarinn og þessi óljósu skil sem að fann að verða í milli hernaðarlegra aðgerða og síðan bara borgara, það er fjölþáttaógnir, öryggi upplýsingana, öryggi innviðana, þar að segja bara hvernig kerfin varin fyrir árásum, hverjir komast inn og geta strengt í gegnum þau, hver geta fólk upplifir þetta kannski fyrst og fremst, það að hugsa bankan sinn, heimabankan sinn eða persónulega upplýsingar. Þetta svo miklu stærri en það, og það var mikill skóli fyrir mig sem hafði ekki kannski djúpa innsýn inn í öryggismál með þessum hætti að fara í gegnum hann, og virkilega góður skóli því að þetta risamál, eins og sagði, Ísland tiltölulega nýbúið að gerast aðilega 5. stoð varnarsamstarfsins eða innan NATO sem fjallar þessa þætti, netöryggisþættina. Við vorum bara í fjárlögunum núna síðast að fjármagna aðkoma okkar af netöryggissetrum, þar sem ég bara segja að hafa söknið niður í þetta, að þú miklu meir innsýn í þessa hluti heldur en ég sé nú bara fann að geta krafsa í því núna, sko.
við höfum bara verið græni gagnvart þessum hlutum. Bara hugsaðu þér hluti eins og stýringu raforkumannvirkja. Þú getur tekið samfélagið niður á einum músasmelli næstum því ef þú ert ekki með þessa öryggisþætti í lagi. Sko. Nei. Og hvort sem við horfum bara á heimabankan eða stýra raforkukerfinu eða umferðar eða bara öllum grunnkerfum okkar samfélags, þá sá þáttur sem ég var kannski ekki tíund áðan sem að veri skilaboð eða tillaga skýrslunar. Þá segjum við bara berum orðum, við tökum rækilega utan það í okkar skýrslu, bara stjórnarráði verður að fara að koma netöryggismálum í allt annað skikk heldur en þau hafa í dag. Og þekkjum þetta því að við sitjum báðir lengi í fjárlaganefndinni saman að þetta svolítið hist og heri stjórnkerfin okkar. Núna stígur utanríkisráðuneytið með meiri þunga inn vegna þess að það að framkvæma þjóðaröryggisstefnu meðal annars sem að Alþingi samþykkti 2016 og síðan í þessu alþjóðasamstarfi. Við kannski göngum ekki mjög langt að forma hvernig stjórnarráðið ætti að taka utan netöryggisþáttinn, en ég hef alveg allavega þegar við rætt saman íhugað að við ættum að setja einingu upp í stjórnarráðinu, sjálfstæða einingu, jafnvel ráðuneyti sem að veri ráðuneyti stafrænna mála, sem að þar myndi þá mögulega falla inn í öryggisþætti raforkukerfis og slíkir hluti, sko. Og fjarskiptin. Og fjarskiptin, og þetta orðið svo ótal margt í okkar samfélagi, svo persónuverndar, verndaðar upplýsingar og framvegis sem að við þurfum að hafa miklu meiri fókus á. Það er netöryggishópur starfandi innan þjóðaröryggisráðs, og við erum að senda skilaboð til stjórnvalda með þessari skýrslu okkar. Þetta þarf að komast miklu betra skikk heldur en það í dag. Já, þetta náttúrulega bara eins og myndist á í fjárlögunum núna. Þetta voru 250 milljónir sem voru settir vegna þess að Ísland myndi þá sækja aðild að öndverðissetrunum í Helsinki og síðan Tallinn með netöryggismálin og raunverulega Helsinki með hybrid threats eins og það kalla á enskunni, þannig svona fjölþáttaógnin sem þá öndverðissetrið í Helsinki, og þetta raunverulega samstarfsgrundvöllur NATO og Evrópusambandsins með þessar miðstöðvar, og við erum raunverulega með síðustu þjóðum í Evrópu að taka þátt í þessu starfi. Og ég man í byrjun síðasta árs tók maður þetta svolítið fyrir hjá okkur í þingflokknum að ræða hans, að fyrir nákvæmlega ári síðan, rétt rúma ári, ég held að verið 20. febrúar í fyrra, það var eiginlega daginn sem að kom heim frá útlöndum og ekki farin eitt síðan, að þá stýrði ég svona fundi þar sem að var simulation eða sýnd árás á eyju í Norður-Atlantshafi, hvernig þetta gerist, sem var hybrid eða fjölþátta árás á eyju í Norður-Atlantshafi. Og þá var það netárás í byrjun og síðan framhaldið hefðbundin árás. Þannig að það er áhugavert og ég hefði mikinn áhuga til dæmis að þetta kæminga heim væri kynnt í þjóðaröryggisráðinu, kynnt fyrir þingmönnum og stjórnsýslunni, þannig að fólk hérna heima myndi aðeins sjá meira inn í þessi mál. Í NATO-þinginu til dæmis fyrir einhverjum 2 árum þá heimsóttum við fyrirtæki í Boston sem heitir Akamai, sem mjög stóra með netöryggismál fyrir einhver 20 stærstu fyrirtæki heimi, eitt fyrirtæki eins og var kynnt fyrir okkur. Það var mjög fróðlegt að hlusta á það sem sagt var þar, og meðal annars að þetta væru fyrst og 6 fyrirtæki heimsvísu sem ætti allavega fjarskiptastrengina í sjónum. Síðan höfum við tekið umræðuna kafbátana í sjónum og sæstrengina, þannig að við vitum alveg að það er verið að sigla þarna undir niðri í kringu þá, og þetta er allt kortlagt af þeim. Þannig að þetta er bara nútíminn og þetta er bara mjög stór hluti á okkar þjóðaröryggismáli. Ég held að veri tími til þess varðandi þjóðaröryggisstefnuna 2016 að hún yrði tekin upp, þó væri ekki nema bara vegna þessara gríðarlegu breytingar sem hafa orðið á þessum 4-5 árum síðan hún var lögð fram í mörgum af þeim málaflokkum sem að hún fjallar Þannig að ég held að sé núna í þinginu, ég óskaði eftir sérstakir umræðu innvið- og þjóðaröryggismálin við forsætisráðherra, skýrslubeiðni sem ég óskaði eftir fyrir ári síðan ásamt þér og fleiri þingmönnum Sjálfstæðisflokksins innvið- og þjóðaröryggi. Henni var svarað núna kom skýrsla út núna í janúar.
Og þessi skýrsla raunverulega bara ennþá ítarlegri hluti raunverulega af þeim spurningum sem við sendum inn í fyrra, sem snúa að innviðum og þjóðaröryggi, fyllir töluvert í þá mynd umfram önnur plögg sem eru til í landinu hingað til. Þannig að þetta bara, held ég, mjög stór og mikilvægur angi þessi skýrsla af þjóðaröryggismálunum. Svo getum við talað um raforkumálin, orkuöryggið og dreifingu raforku, samgöngumálina, vegina og flugvellinum og allt þetta og allt sem eftir fylgir. En þetta bara mjög vaxandi málaflokkur og þess vegna hefur mér fundist þetta góð hugmynd að skoða þessi mál sem snúa að stafrænum innviðum, orku og fjarskiptum og hvernig við má koma því fyrir í stjórnsýslunni og framkvæmdavaldi landsins að halda utanum með þá mikilvæg áherslu á þessi mál. Þannig að ég bara tek undir þessi orðin, afsaki langlokuna. Þetta náttúrulega sem setur svolítið á mann eftir að búin að vera í NATO-þinginu þessi ár, að það svo lítil umræða hérna heima við þessi mál. Og ég bara oft sagt, sko, þetta svona ákveðin búbla sem við búum við á Íslandi, tengt þessu, það sem ég var að lesa upp hérna eða segja hérna áðan, varðandi þessi málefni í stóra samhengi hlutana. Erlendis allir mjög meðvitaðir þessa hluti og stjórnvöld og annað og almenningur svona víðast hvar, en umræðan hefur aldrei náðst almennilega á flug hérna. Ég held að ég búin að skrifa 4 greinar netöryggismál síðast árið, síðan koma utan hérna síðast, sem bara gríðarlega stórt og mikilvægt mál bara fyrir íslenskt samfélag í stóru myndinni. Já, sko, ég sprettu margar hugmyndir og heldur þessu langur ræðunni átt, sko, sem mjög góð og þú hefur sannarlega sýnt öryggismálum bara verðugan áhuga og vera að færa umræðuna á kortið aftur sem hefur verið of lítil umræðum varðar öryggismál að mér finnst mjög lengi og einmitt þennan anga hennar sem tengist nú þessu neti en þegar maður að tala þetta sem leifir sinni að vera gamansamur, sko, þá var nú forsetaframbjóðandi í Bandaríkjunum sem sagðist að fundið upp internetið, en ég ætla ekki að halda því fram að ég hef fundið upp ljósleiðarann, en stóra málið bara þetta, já. Við erum að leggja til í þessari tillögu okkar, við utanríkisráðherra, við viljum þú reynir að leggja út 2 þræði til samkeppnismarkaðarins. Og það hefur breyst frá því að síðast var boðið út að það konar alltaf öryggiskröfur. Og öryggismál verðum að taka miklu alvarlega eins og þú ert að segja. Og við munum eftir skýrslu Björns Bjarnasonar sem kom út eftir fyrir löngu síðan. Ég lít alveg á þessa skýrslu sem eitt af úrlausnar efnum sem hann var að beina að íslenskum stjórnvöldum þar og Norðurlandasamstarfinu. Ekki síst. Við erum að feta okkur áfram og þegar við horfum núna bara í ljósi þessara að fara í umræðum þessar skýrslubeiðni sem við vorum nokkuð með og þú hafði frumkvæði af. Við getum líka hort tilbaka og hort yfir kjörtímabilið og sópað saman eða safnað saman býsna mörgu af verkum kjörtímabilsins sem öll miða því að við sem að huga þjóðarörygginu. Og mér eftir í huga til dæmis skýrsla sem að Kristján Þór Júlíusson kynnir ekki fyrir löngum fæðuröryggi. Sem sannarlega einn af þessum þjóðaröryggisþáttum. Þannig að við þurfum að nálgast umræðu svo marga þætti samfélagsins með allt öðrum hætti heldur en við höfum gert hingað til. Og við getum talið aftur upp alla þessa raforkukerfin og allt saman. Bara grunnpunkturinn þetta, við verðum að vita hverju stundum, hvernig við ætlum að marka stefnu til lengri tíma sem byggir undir öryggi okkar sem eyþjóðar norður í hafi. Já, mér fannst kannski það þegar aðventustormurinn eða desemberstormurinn var miðjan desember 2019 fyrir ári síðan og síðan lendum við, eins og ég segja, það ár síðan að COVID í fyrsta tilfelli kemur upp á Íslandi og við erum búin að vera í þessu COVID dæmi síðan þá að það finnst mér fyrst núna að vera að koma meiri athygli, að sé fleiri og fleiri að skilja þetta, að tala meira, við þurfum að styrkja okkur í þessum málum og ég var búinn að skrifa held í 10 ár greinar raforkumál og raforkuöryggi og tengingar eins og hérna fyrir norðan. Það ekki hægt að gera neitt á Akureyri í 15-20 ár út af þessu ölvaða rugli sem búið að vera hérna á raforkuflutningunum. Við sjáum líka eitt kannski inn í þessu sem þetta minnast svona að sé vera að takast á þetta núna. Það verið að vinna og koma inn í þingið þá einu af þessu tillögum sem komu á átakssóknum eftir desemberstorminn fyrir ári síðan
sem snýr að flutningskerfi raforku, það núna þetta með framkvæmdaleyfi á línu leið sameiginlegt og hvernig menn takast á í hugmyndafræðina þar. Þannig að það er svona enn eitt punktur held ég að sem menn eru að fara að taka þetta meira alvarlega. Við sjáum það í svari skýrslubeiðni á sínum tíma, minnum við öryggismál. Það er verið að tala í svari eða skýrslu forsætisráðherra sem afhent okkur og í þingið að hvernig staðir að málum í Danmörku, Svíþjóð, Danmörku og Noregi sérstaklega. Ég hef bent á Svíþjóð og önnur nágrannalönd í norðanverðri Evrópu. Það sem er kannski til 30-40 ára komin löggjöf sem snýr að innviðum og helstu þjóðaröryggis innviðum viðkomandi landa. Við höfum enga veginn, þetta var betra hjá okkur í lögin svo 64, svo var þetta veikt 97 og síðan á tíma vinstristjórnarinnar þá veiktist þetta raunlega mjög stjórnsýslulega í skipulagslögum, þetta mjög mikið. Þannig að þetta er bara með þurfa held ég að fara að skoða, við þurfum að fara að skoða í pólitíkinni þessa miklu stærri mynd sem að snýra þessu grundvallarhagsmunum og eins og önnur nágranna ríki okkar hafa gert síðustu áratugi langt skeið. Þetta var mikið verið að skrifa þessu lögum 1960-70 sem snúa þessu grundvallar innviðum viðkomandi landa. Og mér finnst þetta innlegg, Björn Bjarnason og Bjarnason reporter sem er kölluð núna, það kemur inn á þetta og síðan náttúrulega þessi skýrsla enn frekari vitni það. Við sjáum þetta í raforkukerfinu okkar og það sem gerðist í fyrra. Ég hugsaði eitt eins og með tölum dreifiveituna og komst aðeins inn á það áðan varðandi. Það eru mikil óveður hérna 91-95 í dreifiveit og það hrynja út hérna svoleiðis línurnar á til dæmis Norðurlandi í óveðrum þá. Þá er farið í þetta átak með að setja jarðstrengi í jörðu. Það var komið 65% af því kerfi fram í desemberstorminu fyrir ári síðan. Maður átti að hugsa þetta, ef það hefði ekki verið komið þó þetta langt að setja öll viðkvæmustu svæðin 65%, hvað hefði gerst eiginlega almennt ef þetta hefði ekki verið komið svo langt á stað? Þannig að það þá búið að flýta þessu og það er eitt viðbragð við eins og kemur inn á. Það sem átti að gerast til 2035, það er 2025 núna. Lok árs 2025, þá hefur verið að koma dreifiveitunni í jörðu, í streng. Þannig að þetta er bara enn eitt dæmið það sem við erum að tala hérna. Svo maður fána að láta ljósið skína svona aðeins í lokin hérna á þættinum. Hvað segir þetta? Nei, ég tek bara undir með þér, sko, þessi snörpu viðbrögð vegna stormsins á Norðurlandi fyrir desember 2019 voru kannski og tillögurnar sem komu hratt og vel af því að við áttum þá bara mjög góða greiningar á hvað þetta bæti úr. Og það er nú bara því miður í alla og við skulum bara viðurkenna það að við fengum loksins hljómgrunn eða meiri hljómgrunn fyrir þeim tillögum af því að þetta áfall var. Ég vil bara ekki að við þurfum áfall í öllum hlutum til þess að við skiljum að við þurfum að bæta úr í okkar málum. Það var ásakað að setja spennu á tölvuna, raforkuöryggið. En hérna, ég tek alveg undir að við höfum kannski bara verið með þann lúxus að leyfa okkur að vera að hérna draga þessa grundvallar ákvarðanir mörgum okkar helst innviðum. Ég mér finnst spennandi að horfa á munin á fjarskiptakerfinu og raforkukerfinu þar sem við vörðum í fjarskiptakerfinu miklu meiri samkeppni til uppbyggingar heldur en í raforkukerfinu sem við höfðum algjörlega ríkismiðstýrt og á þessu hrópandi munur og ég segi oft á tíðum sem betur fer fórum við þá leið að ekki að halda eftir grunnkerfi fjarskipta á sínum tíma hjá ríki og hérna láta ekki markaðinn spila úr þeim egnum sem að þar voru og ég veit ég á ekki marga skoðanabræður í þessum efnum en samt er það svo að ríki verður að samt að stíga inn í ákveðna grunninn við fjarskipta eins og hérna hefur þurft að gera á undanförnum árum og ég held að verði óhjákvæmilegt að þannig verði með einhverjum hætti. En stóra málið er þetta í pólitíkinni við bara erum með svolítið stórkallara nálgun við tveir meðaldra karlmenn. Við erum kannski dagstæðilega í okkar pólitík bara fást við að fá skilning á lífsaðstæðum fólks hér út landið sko og halda þeim sjónarmiðum á lofti. Við sjáum átökum jöfnun orkukostnaðar sem að þurfum að ná pínulitlum áfanga í núna
þessari ríkisstjórnar sem jöfnum milli dreifbýlis og þéttbýlis. Við erum loksins fann að fá einhvern framgang við það að leggja raflínur landið að segja í stóra kerfinu, í landsnetkerfinu, núna loksins, vonum seinna. En þetta bara verkefni pólitíkurinnar og við erum ódegir, held ég, að fást við það. Já, óskuleiðina. Sko, það bara nákvæmlega dæmi sem að snýst þetta, hvernig erum við í pólitík til þess að reyna að jafna lífskjör og tækifæri fólks. Og barátta þín fyrir einmitt að gera flugsamgöngur á viðráðanlegu verði eða aðgengilegri bara klassískt dæmi það. Þarna kemur maður inn á þing með ákveðna sýn og hann ryður inn í fram. Það kannski mesta verðmætið í því hvernig því að nú þarf fólk að fara að velja framboðslista og síðan þingmenn. Mesta verðmætið sem að íslenska þjóðin getur haft eða Alþingi þarf á að skipa, það sé fjölbreytni og það sé mismunandi bakgrunnur og það sé þekking og reynsla sem þar bara framganga þín fyrir þegar þú kemur á þingið eftir sérfræðingur í flugmálum. Það hefur skipt þingið gríðarlega miklu máli. Ég bara verða að segja það þó þú heyrið það. Takk fyrir það. Nei, en hérna, ég held að við förum svona að klára þetta hjá okkur, búin að ræða í rétt rúmlega klukkutíma, en hérna, þetta þannig að því ég byrjaði í flugumferðarstjórninni, fyrir einmitt mætti á hérna, já, til 91, þegar maður fyrir að starfa raunlega sem nemi í flugumferðarstjórn, þá þessi ljósleiðara tenging, hringtengingin að detta inn, þannig að þetta búið að fylgja manni svolítið í 30 ár og þetta náttúrulega búnað sem þá búin að vera vegg í flugturninum. Þetta er náttúrulega lagt út af ratsjárstöðunum og fyrst og fremst fyrir bara að fylgjast með umferð kringum landið og aðstoð við flugumferðarstjórnum svo fyrst og fremst að fylgja með hvað að gerast í Norður-Atlantshafinu á svokölluðum primary radar. En hérna, síðan hefur þetta þróist og verið bara hryggjastykkið í öllum fjarskiptum frá þeim tíma og enn og verður raunverulega og ljósleiðara tengingar og efling þeirra eins og rætt hér. Þannig að mér varst nú rétt að taka þetta nú fyrir hérna í þættinu en að reyna aðeins að ræða þetta svolítið í svona að meiri svona aðeins dýpra heldur en maður kannski almennt að fá þannig að ennþá fleiri kannski átti sig á mikilvæginu þessa verkefnis og hvað getum horft áfram eða fram á veginn með. Þá kannski rétt að spyrja bara svona rétt í lokin eins og ég hef nú vanur að gera í hinum öllum þáttunum. Þetta 18. þátturinn held ég í vetur. Að hvernig sérðu fyrir næstu skref? Þátturinn heitir næstu skref og þá rétt alltaf að spyrja núna skýrslan komið fram. Hún sýnir fram á raunlega það hvað þetta að gera gríðarlega mikið fyrir lítið fjármagn til að efla og búa til alveg satt að segja held ég ótrúlega möguleika. Ég sé ekki mörg lönd kannski geti bara boðið nákvæmlega upp á þessum getum boðið upp á með grænu orkunni og síðan með fjarskiptunum og í gagnaveru og ýmislegt í þeim geira. Svo erum við að efla raforkukerfi og flutningskerfi raforku og við erum að sjá sko, hvernig sér þú fyrir næstu skref í framhald af skýrslunni og síðan fram á veginn? Já, við bara það ósköp skýr mynd og held ég að hafa þó að skýrslan sé torf og þessi umræða okkar sé kannski ekki öllum auðskiljanleg þegar við tölum saman sem að kannski galli á svona flóknum málum að vera í en nú hefur utanríkisráðherra bara þess að til okkar við leggjum til að bjóða út 2 þræði. Við reyndar höldum því opnu hvort hann bjóði út par til eins aðila eða hafi möguleika á 2 fyrirtæki hreppi sig hvort þráðinn en ég hallast frekar af því að bjóða út parið. Ég hef lagt til að utanríkisráðuneytið og samgönguráðuneytið vinni núna saman útboðsgögnum þannig að fjarskiptaráðuneytið noti þessa leið til þess að styðja við sína fjarskiptastefnu. Fjarskiptastefnan sem að samþykkt segir að við höfum að ná 99,9% útbreiðslu á þessum tengihraða sem þarna ræðir. Því náum við ekki nema það takist að virkja þessa 2 þræði eða þetta heppnist vel. Ég sæi fyrir mig þá einhvers konar forval fyrirtækja inn í útboðið sjálft sem að eru þá kallað eftir hugmyndum fjarskiptafyrirtækja. Hvernig ætlið þið að nálgast þessa 13.000 íbúa? Bara næsta skref að tryggja það að 50 bæir og 13.000 íbúar
fái tímalínu eða fyrirsjáanlega framtíð alvöru fjarskiptatengingu. Mér langar rétt kannski að síðasta spurningin, varðandi, nú verkefni Íslands ljóstengt á sínu síðasta ári og það raunverulega síðasta, eða var verið mögulega, ég man ekki hvort að fresturinn sé runnin út varðandi umsóknir í síðasta liðin. Hvar stendur málið og varðandi það og hvað að gerast í þeim málum núna síðasta ári? Já, við erum að taka við sem sagt umsóknunum loka árið. Samningagerð eða sem sagt yfirferð umsóknar fer fram núna fyrir hluta mars og úthlutun fer fram í það kemur mynd á henni í marsmánuði. Við ætlum stefna á því að klára samninga í byrjun apríl. Það sem sagt tímalínan okkar í því. Þar með lýkur þessu átaki sem að upphaflega var ætlað fyrir 4.200 staði en enda líklega í 6.500. Fyrir sama pening eins og ég segi stundum. En við höfum náttúrulega, megum ekki gleyma því að við náum að klára þetta átaka því að við vorum með innspýtingu í fjárfestingapakka ríkisstjórnarinnar í vor sem að skipti gríðarlega miklu máli. En þar með lýkur því átaki og núna erum við kannski bara að sópa upp því sem var eftir. Við gerðum fyrir 2 árum 3 ára samninga við mörg sveitarfélög, meðal annars Borgarbyggð, þar sem við fjármögnuðu til lengri tíma risastóru verkefnin eða stærstu verkefnin. Við munum fullnasta þau þannig að einhvern tímann á árinu 2021 og eitthvað leggur nú fram á árið 2022 sem við að klára síðustu lausu endana í orðsins fyrstu merkingu í því átaki. Þar með líka því. Já. Ég hef verið svolítið upptekinni bara þessi ár mín á þingi með tengingar eins og við höfum rætt í mörg ár frá að byrja á þingi í nokkur ára að með þessi minni þorp sem að þú ert að svara hérna, Kópasker og Öruptórsöfn og síðan bara með ströndinni og síðan austurum og ljóslegra tengingar. Mér fannst menn ekki alveg vera nógu mikið að hugsa þetta fyrir austan fyrir nokkrum árum, svo ég segja hann bara þegar maður var að byrja í pólitíkinni og var svolítið upptekin af þessu. En hvar eru stærstu verkefnin þá eftir núna, það sem þá koma inn í síðasta fasan á Ísland ljóstengt? Hvar enda menn þetta verkefni? Menn eru stærstu einstöku verkin. Já, hvar á landinu og já, við erum kannski meira bara í svona frágangi mjög víða. Það eftir á Austurlandi stórt verkefni. Við erum það er verið að klára í Borgarbyggð risastórt verkefni. Það svona síðustu leggirnar á Norðurlandi og það er sjálfsög bara vítt og breytt landið en við erum svona að ljúka stóru verki og gaman að segja frá því að þetta svona að takast ótrúlega vel. Það óskaplega stoltur þingmaður sem getur sagt að þetta bara klárast. Já, þetta er bara dæmingi með það. En þetta er búið að vera frábært í dag og bara frábært og skemmtilegt að fá tækifæri til að ræða þessi mál. Þetta er þáttu það sem ég heiti dagskrárvaldið og maður getur valið sér efni þáttarins og hvað mér finnst skipta máli í stóra samhenginu og bara frábært að fá þessa umræðu og við tökum síðan eitthvað gott örugglega síðar og bara kæra þakki fyrir komuna í þáttinn. Við heyrum sér og kæra áhorfendur, bara takk fyrir mig í dag. Kæra þakkir.